byrjum á því að renna yfir keppendur. Jón H. Hafsteinsson með rásnúmer 13, hann 26 ára slökkviliðsmaður á Hafnarfirði og ekur fyrir sætunni. Sigríður Ragnarsdóttir 28 ára Reykjavíkurmaður og hún ekur hér Grind 90 módel. Gísli Hauksson 31 ára vélvirki ekur Vandamálinu 91, þetta liðgrindin. Helgi Sjött 26 ára frá Akureyri ekur Willis 72. Eiður E. Baldvinsson 25 ára, hann ekur Grind 90. Það sé 91 módel. Reynir Sigursson ekur hér Jökli 91 módel og hann fertugur. Árni Grant 25 ára, ekur Jepster 90 í sinni fyrstu keppni. Gunnar Guðjónsson heldur áfram keppni, hann 31 árs, ekur Willis CJ10 47 módel. Sturla Jónsson með 24 ára, ekur Grind 60 til 74 módel. Stefán Sigursson 24 ára, austfirðingur, hann ekur Grind 89 módel. Árni Kópsson 28 ára bíldælingur, ekur heimasætinu 90 módel, Íslandsmeistarinn frá í fyrra og hitti fyrra. Magnús Bergsson 35 ára, ekur Willis 48 og síðastur í rásröðinni Sigþór Halldórsson á Grind 91 módel. Keppni fór fram í Grindavík, nánar tiltekið í landi Hrauns, rétt austan Grindavíkur bæjar. Fyrsta þrautin þar var á bakvið fjallið fyrir þá sem að þekkja staðhættið þarna. Þetta var ansi brött og löng brekka eins og kannski hægt að sjá á þessum myndum. Ég gerði það að ganni mín að rölta þarna upp og það tók aðeins á. 13 keppendur mætti til leiks í sérútbúnarflokknum og við fylgjumst með þeim næsta hálftíman. Þetta tók 15 mínútur. Ég kannski 1,50 úr hestafli en bílarnir eru mörg hestöfl og það verður gaman að sjá hvað þeir verða lengi upp. Og fyrstur hér Jón H. Hafsteinsson, hann slökkviliðsmaður úr Hafnarfirði, ekur fyrir sætinu með 302 Ford mótor, 221 hestar. Og lengra fór hann ekki í þessari þraut, hann sprengdi hér upp úr, vélinn drap á sér og Jón ekki sérlega hress með þetta. Og þá sjáum við Gísla Hauksson, 31 ára vélstjóra úr Kópavogi. Hann ekur hér Vandamálinu eins og þeir félagar vilja kalla þetta tæki. Þetta liðstýrði bílinn og menn biðu í ofvæni eftir hér fá að sjá hvernig þetta virkaði og ég verð að segja það að þetta virkaði ekki sérlega vel. Fyrstu 30 metrarnir í brekkunni að þá var hann ýmist hægra megin út úr henni eða vinstra megin út úr henni en síðan náði hann stjórn á bílnum miðja braut og það vantar ekki aflið hér. Og hann fer alla leið, fær þó aðeins 240 stig, hann tók þarna fullt af dekkjum í upphafi, þá það Árni Grant, 25 ára. Hann ekur hér í Jepster sem Guðbjörg Guðbjörgsson átti og OK í fyrra. Og hann ekki með rétta vél í bílnum þarna, hann með lánsvél frá bílabúð Benna. Og hann ætlaði sér ekki að nota nítróið í keppninni en ákvað eftir að hafa skoðað fyrstu þrautina að nota nítróið og þeim gekk eitthvað illa að stilla bílinn en hann náði þó 300 stigum hér þar áttu verið gangtruflanir í upphafi. Gunnar Guðjónsson ekur sínu Willis CJ10 47 módel, þetta sami bílinn og í fyrra en nú kominn á gorma. Nú hann var fyrir því óheppi fyrir keppnina að reyna að gangsetja bílinn með skrúfa frá nítróinu og það gerði það verkum að það sprengdi út úr headpakningu. Og þar af leiðandi þurfti hann að fara varlega með vélina, hann skiptir hér upp í 3. gír, miðri brekku, ætlar niður í 2. en lendir í 4. og komst ekki lengra, 185 stig. Þá það Stefán Sigursson, 24 ára frá Egilsstöðum, hann ekur Grind 89, þetta gamla heimasætan. Mér sýnist nú að hann sé búinn að skýra hann upp á nýtt og kalla hana Skutluna. Hún hefur farið í andlitslyftingu og það nánast allt nýtt í þessum bíl ef frá skilið fjöðrunarkerfið. Stefán hefur áður keppt í götubílaflokki í mörg ár og það má segja að það hafi komið í ljós að reynslan, hún skiptir miklu máli. Hann fær hér 300 stig í fyrstu braut, fór létt með þetta. Þá það Árni Kópsson, Íslandsmeistarinn frá í fyrra og hitti fyrra, hann 28 ára gamall, ekur heimasætunni. Og það má taka eftir því hér hjá Árna að það kemur svartur reykur úr bústurárunum. Þetta orsakast í flestum tilfellum af því að bíllinn fær of mikið bensín. Og það kom reyndar í ljós að nítróið sem átti að fara inn á vélina skilaði sér ekki alla leið, það stóð á sér rofi og Árni fór ekki lengra hér, fékk aðeins 215 stig í fyrstu þraut og það kann að verða honum dýrkeypt þegar líða tekur á keppnina. Þá kemur Magnús Bergsson. Hann keppti í sandspyrnu helgina á undan þessari sem þessi keppni fór fram og stóð sig ágætlega.
Þessi bíll ekki mjög kraftmikill en að sama skapi þá er hann mjög léttur og samsvarar sig mjög vel og Magnús greinilega mjög góður ökumaður. Hann fer hér létt upp braut sem allir héldu að yrði erfið og fær 300 stig. Og Magnús Bergsson smiður, kemur frá Selfossi og þá er það Sigþór Halldórsson. Hann kemur frá Egilsstöðum eins og Stefán Sigurðsson. Ekur hér Grind 91 módel, áætluð hestöfl eru 350 hér í þessum bíl. Þetta minnir einna helst á sportgerðar Mercedes-Benz á fyrri hluta þessar aldar og hann fær 300 stig. Við förum beint í þraut númer 2 og þar byrjar Gísli Hauksson, 31 árs, eins og margoft hefur komið fram. Hann ekur vandamálinu 91. Vandamálið nafn sem að eigendur bílsins gáfu honum og hann hér út úr í fyrsta hliði, hálfur fyrir utan tapar stigum á þessu og hér sandbar sem að eiga fullt af gripi og gripi var það mikið að hann sneri sundur felgubolta vinstra megin aftan, fær aðeins 120 stig, komið 360 samtals. Sjáum hér hvernig afturhjólið sem neðst í horninu á hægra megin rekkur undan hér og rúlaði hér niður á jafnsléttu og það gengur ekki 3 hjól undir bílnum í torfærunni eins og hún orðin í dag. Og þá það Helgi Sjött. Hann ekur Willys 72 módel. Hann fer hér í gegnum fyrsta hlið án þess að snerta dekk. Frá í fyrra búið að þrengja brautirnar talsvert. Hér hins vegar stekkurinn út á og yfir dekk og tapar við það einhverjum stigum. Hann fær 265 og 550 samtals úr 2 fyrstu þrautunum. Það búið að þrengja brautirnar, þannig að það farið að reyna enn meira á hæfni bílstjórana frá í fyrra. Nú þetta ekki eingöngu ókleif börð sem þeir fara, heldur verða þeir að hitta á milli dekkjana. Árni Grant gerir það hér í fyrsta hliði. Hlið 2 létt og þá kemur þriðja hlið. Þetta yfirvegað hjá Árna Grant. Það ekki verið að standa á gjöfinni. Þetta þannig sandklöpp sem hann kemur þarna á að bílinn hefur nægt grip til þess að halda áfram upp. 285 stig og 585 sem þýðir að hann kominn í fyrsta sæti, en þeir eiga eftir að fara Magnús Bergs og Stefán Sigurðsson sem náðu ágætum árangri og reyndar 300 stigum í fyrstu þraut. Þá það Gunnar. Hann tekur hér dekk, 15 stig farinn þarna strax. Og þetta laglega gert hjá honum. Það ekkert verið að ofnota kraftinn. 270, hann missir 30 stig. Þó ég hafi nú aðeins séð eitt dekk, þá gæti hann hafa tekið annað dekk sem ekki sést á myndunum. Það Stefán. Refsi laust í gegnum fyrsta hlið og annað hlið. Þá að sjá hvort að hann fer á afli, slær aðeins af áður en bíllinn lendir, stoppar ekki neitt og fer til enda marks, fær 300 stig, komið 602 fyrstu þrautunum. Sjáum að hann aðeins léttir á gjöfinni hérna þegar hann lendir til þess að hlífa drifbúnaði. Þá Árni Kópsson, hann fór illa út úr fyrstu þraut, fekk aðeins 215 stig. Gengur vel þó í gegnum fyrsta hliði þó að það sé svolítið snúið, það hliðarhalli í því. Og hér brýtur Árni vinstri framöxul og læsingin á framhjólum, sveik hann svolítið þannig að hann tók ekki á að framann. Fekk aðeins 145 stig, komið 360 alls, þannig að hann langt frá fyrsta sætinu. Þá það Magnús Bergsson, 300 stig úr fyrstu þraut, hvað fær hann hér? Þetta ákaflega nett hjá honum. Hann gerir það sem þarf að gera, fara upp. Hann fær þó aðeins 285 stig, hann hefur komið við dekk og þá draga dómararnir á honum 15 stig. En þetta gert átakalaust. Og þá það Sigþór. 300 stig úr fyrstu þraut, hann getur blandað sér hér í toppbaráttuna. Hann fer alla leið upp á þess að koma við
nokkuð dekk. Og hann fellir þarna 2 dekk vinstra megin í þessu hliði sem hann var að fara í gegnum. Og þar fóru fullt af stigum og auk þess fer hann ekki lengra. Hann braut hér öxul, sýndist mér á vinstra framhjóli 130 stig, 430 alls. Þannig að ekki blandar hann sér í toppbaráttuna eftir 2 þrautir. Sjáum þegar hann lendir hér, hann hættir að taka á vinstra framhjóli. Og það munar mikið þetta hjól því bílinn stendur nánast í þetta framhjól og þá sjáum við hér stöðun eftir 2 þrautir. Stefán Sigurðsson í fyrsta sæti með 600 stig, fullt hús. Árni Grant og Magnús Bergs báðu með 585 hnífi jafnt þar. Helgi Sjött með 550 stig og Gunnar Guðjónsson 455 þrátt fyrir að vera með bilaða headbackingu. Sigþór Halldórsson í 7. sæti með 430, þá Reynir Sigurðsson 415, Sturla Jónsson 410, þetta nokkuð jafnt. Gísli Hauksson í 9. sæti með 360 og Árni Kópsson einnig með 360 stig en í 10. sæti. Og þá það 3. þraut og það Helgi Sjött sem fer hér fyrstur. Og hann byrjar á því að taka dekk þarna neðst í brautinni og tekur síðan annað af 2 þarna, fær 255 stig, 805 alls. Eins og við sjáum þá brautin núna mjög þröng, menn þurfa að vanda sig verulega til þess að komast á þess að fella dekk. Árni Grant. Þetta laglegt hjá Árna og hann hittir í gegnum hliðið uppi án þess að koma við dekk. Hann rétt snertir hér dekk. Spurningur, þannig að hefði ekki átt að missa þarna einhver 5 eða 10 stig. En hann krækir síðan fram hjá þessu dekki sem sýnist verið inn í miðri braut og yfir hólinn og við sjáum að það rétt pláss fyrir bílinn í gegnum hliðið á toppnum. Þá það Gunnar Guðjónsson. Gunnar Guðjónsson með 455 stig fyrir þessa þraut. Og hér missir hann bílinn langt til vinstri og tók fullt af dekkjum og það skýrir það að hann fekk ekki nema 235 stig. Og þetta kemur á óvart. Hér komið Sturla Jónsson, 24 ára, keppti í fyrra. Ég verð að segja það að Sturla kom á óvart í þessari keppni eins og svo margir í keppninni. Hann fær þó ekki nema 270 stig hérna, 680 kominn með eftir 3 þrautir. Sturla greinilega orðin miklu betri ökumaður heldur en í fyrra. Það munar greinilega þetta eina ár. Hann orðin yfirvegaður, allavega að einhverju leyti. Þá það Stefán Sigurðsson, skildi hann fá fullt hús í 3. þraut, já, og hann komið 900 stig, hann komið örugga forystu hér. En þó eitt athyglisvert við þetta, það urðu greinilega smá mistök í framkvæmd þessarar þrautar. Hún breyttist, þetta dekk sem Árni Grant varð að smeygja sér framhjá, stendur þarna inn í miðri braut, svona á brautin að vera. Þetta dekk var sett þarna til þess að gera hann erfiðari en þarna búið að færa dekki eftir að Gunnar Guðjónsson keyrði yfir það án þess að nokkur tæki eftir því og brautin var því einfaldari fyrir vikið fyrir þá sem á eftir komu. Mistök sem ekki hægt að gera við og það í sjálfu sér erfitt að staðsetja dekkin en þó það menn að gæta sín. Árni fær hér 300 stig, greinilegt að það allt komið í lag hjá Árna. Og þá það Magnús Bergs. Og við sjáum það, brautin breiðari og hún beinni. Þetta nett hjá Magnúsi, það engin hamagangur, 300 stig, 885 og þá það Sigþór Halldórsson. Og staðan eftir 3 þrautir var þá svo að Stefán Sigurðsson var eftir með 900 stig, Árni Grant með 885 og Magnús Bergsson 885, þeir eru enn jafnir. Þegar við hefjum hér 4. þraut. Helgi Sjött í 4. sæti, þá kom Sigþór Halldórsson, Gunnar Guðjónsson, Sturla Jónsson og Árni Kópsson komin upp nokkur sæti. Og Helgi Sjött fer hér fyrstur, 4. þraut, upp hér smá brekku, síðan kemur mikill hliðarhalli sem þeir verða að hanga í og síðan eiga þeir að beygja til hægri og komast upp á brúnna. Og hvað gerir Helgi Sjött hér? Nei, hér vantar ferð, þannig að þau þurft að vera örlítið ákveðnari, fær 130 stig, 935 hann þá komið með. Þá það Árni Grant. Hann sinni fyrstu keppni í torfæru, hann hefur keppt á vélsleðum í nokkur ár. Mér skilst hann af aðeins ekki þessum bíl í það bil klukkutíma áður en að mætti í þessa keppni. Þannig að það sem af mjög gott hjá honum.
En hér vantaði örlítið meiri ferð áður en að beygjan var tekin. Hann fær aðeins 140 stig og þá voru að sjá hvað Gunnar Guðjónsson gerir. Hann er sérfræðingur í hliðarhalla. En við verðum að gæta því, hann getur ekki haft nítróð inni og það munar 200 hestöfl sem þau gefa honum. Og það má hugsanlega gera ráð fyrir því að hann hefði farið hér upp ef hann hefði haft nítróð 160 stig fær hann. Og það var að sturla. Og hér má sjá það sem ég var að tala áðan. Hér gerir Sturla hárrétta hluti, hann fer hér ofarlega í hlíðinni og byrjar að gefa hárréttu augnabliki og fer alveg heilli bíllengd og jafnvel meira. Já, hann fer heilli bíllengd lengra heldur en Gunnar Guðjónsson, fær 185 stig. Það er það hæsta sem hefur sést í þessari þraut, 4. þraut. Þá er að sjá hvað Stefán Sigurðsson gerir. Hann er komið mun meiri vél, hann er með 2 gíra gírkassa og svo kallað Powerglide skiptingu. Og við sáum hann beita þeirri skiptingu í fyrstu þraut og hér fer hann alla leið. Fær 280 stig, 1180 samtals. Hann verður erfiður viðureignar fyrir keppinauta sína. Sáum að Árni Grant fekk ekki nema brota þessum stigafjölda, þannig að Stefán er nánast að stinga hann af og það er bara gaman að sjá hvað Árni Kópsson gerir, en hann er að vísu búinn að tapa það mörgum stigum að hann á valla möguleika nema eitthvað komið fyrir hjá hinnum 3 sem að hann er að keppa við. Og nú er bíllinn kominn í lag hjá Árna. Sjáum það vantar ekki aflið hjá hann núna. Hann fær 270 stig, 930 alls. Fær þó 10 stigum minna heldur en Stefán Sigurðsson sem fekk 280 hér í 4. þraut. En nú er annað að sjá til Árna heldur en í fyrstu 2 þrautunum. Hann er mjög fjölhæfur en Árni, hann á þó eina sérgrein í torfærunni og það er að fara þessi þverhníftu, ókleifu börð sem hann hefur svo margoft sýnt og sannað að hann er sérfræðingur í. Fáum að sjá eitt slíkt á eftir, þá er það Magnús Bergsson. Maður finnur það ef maður er á staðnum og maður skynjar það, þessi bíll er ekki jafn kraftmikill og hinnir, en maður sér líka að hann er léttari. En þrátt fyrir það þá fer Magnús Bergsson ekki hér upp, fær 220 stig og komið með 1105 stig. Við skulum þá líta á stöðun eftir 4 þrautir. Stefán Sigurðsson er einn efstur með 1180 stig. Magnús Bergsson í öðru sæti með 1105, Árni Grant með 1025. Helgi Sjött í 4. sæti með 935 og við sjáum að Árni Kópsson er kominn upp í 5. sæti úr því 10. með 930 stig. Í 7. sæti er Sturla Jónsson með 865 stig, þá Gunnar Guðjónsson með 850, Sigþór Halldórsson með 825, 3 þarna með 800 stig og rúmlega það. Gísli Hauksson 525 og Reynir Sigurðsson með 415 stig. Enn eru 4 þrautir eftir, við ætlum að gera örstutt hlé, við komum mjög fljótlega aftur. Þraut, þar byrjar Árni Grant hjá okkur og hann var reyndar fyrstur í þessa þraut. Hann var með 1025 stig í 3. sæti fyrir þrautina og fer hér glæsilega upp, fær 300 stig. Þetta er svona næstum því þraut eins og ég var að tala áðan að Árni Kópsson væri sérfræðingur í, en þó mega þær vera heldur brattari í endan. Þar koma yfirburðir Árna fram. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Sjáum að það rýkur svolítið úr vélinni. Hann tekur hér eitt dekk í enda brautarinnar, fær 275 stig, 1125 er hann komið með. Upp þetta barð var ekki hægt að ganga í venjulegum skóm og án hjálpartækja. Stefán Sigurðsson. Og það er svona við það að hann stoppi hér. Það gæti kostað hann 15 stig ef dómarar telja hann hafi stoppað. Hann fær 295, það er greinilegt að einn dómarinn hefur talið að hann hafi stoppað hér. Við sýndist nú að framhjólin stoppuðu en afturhjólin voru á smáferð. Það kostaði hann 5 stig. Árni Kópsson. Kemur kannski ekki að sök núna þessi 5 stig, en miðað við það hvernig keppnin var í síðustu
6 þrautunum og þá getur það skipt máli í næstu keppni. 300 stig fær Árni og 1230 samtals. Keppnin var gífurlega jöfn í síðustu 6 þrautunum. Það munaði verulega það sem Árni misti í fyrstu 2 þrautunum. Og það alls ekki hægt að afskrifa Árna þó hann hafi ekki náð þeim árangri sem hann ætlaði sér í þessari keppni. 300 stig fær Magnús Bergsson og hefur ekkert fyrir þessu. Hann læðir sér hér upp á kantinn. Í rólegheitum og þá hér komin Sigríður Ragnarsdóttir, eini kvenkeppandinn, kvenmaðurinn í þessari keppni. Það synd að þær skuli ekki vera fleiri. Hér keppa þær á algjörum jafnréttisgrundvelli. Það ekkert skipt í flokka eftir kynjum og allir keppa við alla. Gísli Hauksson á vandamálunum. 5. þraut. Skulum sjá hvort hann fer alla leið hér. Bíllinn var á mínum mati alltaf kvikur í hreyfingum. Þeir áttu bágt með að halda stjórn á honum. Þeir fá frá hér. Það að segja Gísli, 300 stig og 825 samtals, 7. þraut. Og þar fer Gunnar Guðjónsson fyrstur. Munar hér, það vantar herslumuninn á hann fari hér alla leið. Það þarf mikla ákveðni í að reyna að fara upp þetta barð. Það alveg felmýft í endan. Og hann lendir hér aðeins til hliðar og hefur ekki það grip sem hann þarf. Og hann fær 255 stig. Þá það Sturla. Tekur hér 2 dekk neðst, en hann fer þó alla leið upp, stekkur þó aðeins til hliðar út fyrir fær 225 stig, 1345. Byrjar á því að taka dekkin 2 sem eru fyrir neðan, þar fjúka 30 stig, læðir öðru afturhjólinu gegnum hliðið, en stekkur út fyrir. Þá það Stefán Sigurðsson. Sjá hvað Stefán gerir, hann hér í forystu fyrir þessa þraut. Í hliðarhallan, tekur dekkin 2 og eins og sjá má hér aftur fyrir sig, fær þó 250 stig. Hann ættir að missa 30 stig fyrir þessi 2 dekk sem við sjáum liggja þarna og auk þess læðir hann hjólunum ekki gegnum 90 hliðið. Þannig að það kannski spurning hvort að hann á skilið að fá 250 stig. Það vantar talsvert og þó hann læðir öðru afturhjólinu þarna upp á brúnina og má segja að hann hafi sett annað hjólið í gegnum línuna sem að gefur mönnum 270 stig. Það nánast þarna á brúninni rétt fyrir neðan hliðið. En miðað við það að hann fái 270 fyrir það hvað hann fyrir langt og draugum frá stiginn sem hann tapar við að fella þessi 2 dekk, þá hann fá 240 stig. Nú, hvað það? Ég ekki dómari hér. Það eru dómarirnir sem dæma og þeim fullkomlega treystandi að mínum mati. Margreindir. Þá að sjá hvað Árni gerir. Þetta svona þraut sem Árni Gópsson sérfræðingur í. Hann sleppur við dekkin, stekkur hér upp fyrir gegnum hliðið með annað afturhjólið, en fær þó aðeins 250 stig. Sjáum það, hann fer í gegn með annað hjólið og stellingarnar á heimasætunni hér á eftir, ég veit nú ekki nema kannski hestamenn þekki svona stellingar. En þetta var glæsilega gert hjá Árna. Þá það Magnús Bergsson. Skildi hann læða sér í rólegheitum upp fyrir brúnina.
dekkin. Hér næstum jafn hátt og Stefán Sigurðsson með afturhjólið, en hann fær þó aðeins 195 stig. Og Árni Grant, ég skal upp, hugsar Árni örugglega. Já, það er nefnilega það. Það er athyglisvert að þrátt fyrir að hann sé byrjandi í íþróttinni, að þá heldur hann, eins og margar búið að ítrekka við menn, í stýrið. Þannig að bíllinn tekur þessa kollsteypu, hann heldur reyndar greinilega í gírstöngina líka, en hann er ekkert að baða út höndunum og reyna að styðja við bílinn, og hann slapp ómeiddur úr þessu. Það má kannski segja að þetta hafi verið einu mistökin hjá Árna Grant í keppninni, að reyna við þessa þraut, því að hún var nánast orðin gjörsamlega ófær. Barðið var farið að slúta út og nánast búið að grafa undan efstu brúninni. En hvaðan það, staðan eftir 6 þrautir, Stefán Sigurðsson áfram einn efstur með 1725 stig, þá Magnús Bergsson með 1600, Árni Grant 1525, staða efstu þriggja óbreytt. Árni Kópsson kominn upp í 4. sæti með 1480 stig, 100 stigum fram fyrir Gunnar Guðjónsson, og greinlegt að Sturla dottinn eitthvað aðeins niður, en hann er í 7. sæti með 1345, Helgi Sjött með 1320, Gísli Hauksson 1020, Sigþór Halldórsson 825 og Sigríður Ragnarsdóttir er komin upp í 10. sæti með 500 stig. Og þá er það 7. og næst síðasta þraut. Stefán Sigurðsson á skutlinni tekur þarna eitt dekk. Þetta er þröngbraut. Endar í miklum bratta. Það vefst ekki fyrir Stefáni, hann fær 280 stig, komið með 2005 stig og ein þraut eftir frá Árni Kópsson. Byrjar hér í talsverðu hliðarhalla. Árni tekur þarna sama dekkið og Stefán. Það fer í gegn, 285, 5 stigum meira en Stefán Sigurðsson, 1765 samtals. Magnús Bergsson. Það er Magnús Bergsson og Árni Grant að gæta sín á Árna Kópsinni. Magnús tók þarna sama dekkið hinnir tveir. Fer yfir, nei, hér vantaði nú aðeins meiri ákveðni, 265 stig og 1865. Árni Grant. Og hann lendir á þessu dekki líka, þeir greinilega ráð ekki við þennan hliðarhalla. Skyldi hann setjast á, nei, hann fer alla leið, 285, eins og Árni Kópsson. 1810 stig og þá er það 8. og síðasta þrautin. Þar fer Stefán Sigurðsson fyrstur. Það er geysilega brött brekka, hún er miklu brattari heldur en hún sýnist vera. Hann fer hér í gegn, tekur eitt dekk efst á brúninni, fær 280 stig. Þá er það Árni Kópsson. Hann vissi það að þessi þraut skipti ekki mjög miklu máli, fær hér 260 stig, tók 2 dekk í endamarkinu. Magnús Bergsson, sem viti fyrir. Í hægðum sínum þarna upp miðað við Árna Kópsson fær 300 stig og það eru stigin sem telja, ekki hver hratt menn fara í gegnum þessa þraut. Og þá er það Árni Grant, síðasti keppandinn sem við sjáum í dag, 300 stig, 2110. Og ég vil minna á að í næsta þætti á miðvikudaginn kemur, þá fáum við að fylgjast með götubílaflokki. Þar var mun jafnari barátta efsta sætið og það voru 3 sem að skiptust á að hafa forystuna. Og svona gekk hún fyrir sig. Við sjáum afgangina þessu næst. RC Kólabifreið sigurvegarans, við skulum heyra hvað hann hafði málið að segja. Stefán, kom sigurinn þér á óvart? Nei, sjálfur ekki. Það er á góðum bíl og stefnir að sigri. Hvað ertu búinn að gera við þennan bíl frá því fyrra? Er þetta ekki gamla frúin? Jú, ég er búinn að skipta vél á skiptingu. Allt fyrir ofan grind, nýtt body, fleira. Sama fjöðrun og var á honum fyrir 2 árum eða hvað? Já, óbreytt. Það er það eina sem er eftir? Já, og ásyngar. Hvernig leist þér á að fá þennan liðstýrða bílinn? Það er gaman að sjá hvernig það virkar. Heldur að strákarnir hafi orðið fyrir vonbrigðum? Ég get trúið því, hann hefur ábyggilega átt að gera betri hluti. Og þá er hér lokastaðan þegar búið er að draga frá refsistig sem menn fengu fyrir að koma seint og svo framvegis. Stefán Sigurðsson var sigurvegari með 2285, Magnús Bergsson 2165, Árni Grant í 3. sæti með 2060 og rétt á hæla honum kom Árni Kópsson með 2025 stig, Sturla Jónsson síðan í 5. sæti með 1870 stig.
og þetta að sjálfsögðu röðin í Íslandsmótinu eins og Í 7. sæti var Helgi Schjött með 1670 stig, Gísli Haukmann